Komið sæl og verið velkomin í þennan nýja þátt af fótboltasögu fyrir svefnin. Ég heiti Ólafur Bjarni Hákonarson og með mér Stefán Pálsson. Og í dag ætlum við að rekja sögu og þátt gyðinga í uppbyggingu knattspyrnunnar. Og hann hefur alveg staðið fyrir sínu. Já, við ætlum að ræða dálítið um sionisma sem er nú kannski hugmyndastefna sem að flestir þingja bara skiljanlega við stjórnmálinn í Palestínu og Ísrael og stofnun Ísraelsríkis. En merkilegt nokk, þá kemur sionismin líka dálítið við sögu bara í þróun nútíma fótboltans. Og þar þurfum við dálítið að fara til bara Austur-Evrópu á millistríðsárunum. Fótboltinn, eins og við þekkjum, vagga hans er á Bretlandseyjum og þó svo hann breiðist snemma út, þá eru það Englendingar og Skotar sem bera höfuð og herðar yfir alla aðra á fótboltasviðinu. Og svona fyrstu dæmin það að svona önnur svæði fara einhvern veginn að ná máli er svipaleiti svona 1920, annars vegar í Suður-Ameríku, Argentínu, Úrúgvæ sérstaklega. Þú ert nú hérna í Úrúgvæ treyju. Það kallast á við þema. Það er voða lítil tenging í þessari Luton repliku minni frá 82 en gott að vera. Ég man rétt að það er verið með þjálfarið þeirra hefur verið gyðingur. Jú, já, það er alveg dæmið það, en þetta er ekki útpælt. Nei. En það eru sem sagt, Suður-Ameríkumennirnir sem að í rauninni vekja svo athygli heimsbyggðarinnar þegar að lið hafðan fara að mæta á ólympíuleika á 3. áratugnum. En hins vegar, þá eru það er svona Dónársvæði, það eru Ungverjaland, Austurríki kannski í minna mæli. Þar verður ofboðsleg vakning og gróska í fótboltanum á árunum eftir fyrir heimsstyrjöldina. Og þar skipta gyðingar töluverðu máli. Þetta voru náttúrulega gríðarlega stór gyðingasamfélög í borgum eins og Budapest til að mynda, sem að voru síðan bara lögð í rúst í helförinni og er ekkert svipur hjá sjón. En gyðingasamfélagið í Evrópu, það var hreyfanlegra heldur en svona gerðist og gekk, og það var kannski að mörgu leyti bara afleiðing af endalausum ofsóknum að menn voru að fara frá einu landi til annars. Og síðan eru beinlínis áhrif sionismans sem að birtast í því að þessi hugsun að Evrópubúar muni alltaf hata gyðinga, þeir muni alltaf ofsækja gyðingar geti ekki verið öruggir í álfunni, og þess vegna, og það er það sem að sionismin boðar þegar hann kemur fram undir lok 19. aldar, að þá eigi þeir að stefna því að mynda sitt eigi ríki. Og framan af er meira að segja ekkert sjálfgefið hvar það verður, og það voru miklar hugmyndir það hvort að það ætti að stofna bara þjóðarheimili gyðinga í Suður-Ameríku, bara flytja mannskapinn til Argentínu og fleiri lönd voru nefnd. Suður-Afríka var talin koma til greina. En út af svona sögulegu og menningarlegu menningarlegum ástæðum, að þá verður að lokum ofan á að menn sjá fyrir sér að þetta framtíðaríki gyðinga, það verði í Palestínu, þar sem að gamla Ísrael stóð áður. Og fylgismenn þessara stefnu sem að bara berjast fyrir þessum mörgum sviðum, þeir reyna að safna peningum, að kaupa land, þeir eru að afla sér pólitísks stuðnings frá yfirvöldum, til að mynda í Bretlandi og í Bandaríkjunum, og svo vinnaði líka á grasrótarstiginu. Og þeir segja, ef við erum að fara að
byggja hér upp nýtt land, við munum jafnvel lenda í átökum við þá sem fyrir eru, við munum þurfa að verja þetta nýja samfélag, þá þurfum við hrausta þjóð. Þannig að þessi hugmynd svona já, þetta er kallað á ensku svona muscular Judaism, svona bara vöðvastæltur gyðingdómur, mætti kannski segja, verður bara mjög öflug hreyfing í byrjun 20. aldar. Það eru stofnuð félög sem að hafa það að markmiði að þjálfa gyðinga á sem flestum sviðum íþrótta, frjálsum íþróttum, hnefaleikum, mikið, glímu, fótbolta. Og þetta blandast líka við það að staðalmyndin sem að var af gyðingum sem að dregin upp af hatursmönnum þeirra í Evrópu gekk mikið út á að lýsa gyðingnum sem svona litlum, pervisnum, undirförlum svona bankagjaldkera típu og við sjáum þetta í áróðursmyndum nasista að þá eru gyðingarnir, þeir eru alltaf svona litlir og ræfilslegir og eiginlega bara til þess að snúa þessari mynd á haus að þá verður þessi íþróttavakning og skilar því að á fyrirhluta 20. aldar að þá er bara í rauninni hlutfallslega óeðlilega hátt hlutfall af verðlaunahöfum margra Evrópuríkja og ólympíuleikum eru íþróttamenn sem eru gyðingar. Já, og maður kannski segja þá einmitt að þeirra kannski ná að finna eitthvað svona atkvar og eitthvað jafnræði með íþróttarhreyfingunni. Já, og svona þetta er bara svona hluti af svona sjálfsmyndarsköpun. Já. Og þetta er náttúrulega sjálfur sér stef sem við sjáum aftur og aftur hjá bæði bara ýmsum samfélögum sem eiga í sjálfstæðisbaráttu eða nýfrjálsum ríkjum. En þeir sem sagt að það sem er líka áhugavert er það að þessi svona íþróttavakning að hún á sér stað ekki endilega innan almennu íþróttafélagana. Það var ekki endilega hvatning til þess að gyðingar skyldu fara og ganga til liðs við önnur starfandi íþróttafélög, heldur að þeir mynduðu sín eigin félög. Og mörg þeirra fengu þetta nafn Hakoa, sem merkir í rauninni bara styrkur eða kraftur og eitt það öflugasta er Hakoa-liðið í Vínarborg. Stofnað af einum af helstu forsprökkum síðunstarhreyfingarinnar, starfa í ýmsum greinum en 1920 þá kemur upp mjög öflugt knattspyrnufélag á þeirra vegum og þetta lið tryggir sér stóran völl í Vínarborg og eftir að atvinnu knattspyrna hefst þar að þá verða þeir fljótlega austurrískir meistarar og það er ekki 1922 og þetta er svona í byrjun 3. áratugurins þá er þetta bara eitt besta fótboltaliðið ekki bara í Austurríki heldur í Mið-Evrópu og fara í ferðalög það vekur gríðarlega athygli árið 1900, einmitt þetta sigurárið þar 1922 þá fer enska fótboltaliðið West Ham í keppnisferð til Austurríkis hverja lands þetta svæði og þetta voru góðar fjáraflanir fyrir ensku félögin þau fengu stóran hluta af aðgangseyrinum, allir vildu horfa á enska fótboltamenn en ensku liðin þau unnu undan tekningar lítið stóra sigra. Evrópumenn höfðu ekkert í þessi lið að gera en allir vildu horfa til englendingarna. Og West Ham lendi bara í miklu vandræðum með Hakoa Vínarborg og niðurstaðan er sú að því liði boðið til
Lundúna 1923 til að leika annan vináttuleik og þeir rúlla upp West Ham. Ok. Vinna þarna, heimildum ber ekki saman hvort það var 5-0 eða 5-1. Þetta mun nú ekki hafa verið sterkasta lið West Ham, en þetta voru bara tíðindi á borðið það þegar að sko bandaríska draumaliðið í körfubolta tapaði á Ólympíuleikum í fyrsta sinn sko. Já, og var mikið gert úr því að þetta væri gyðingalið, var það áberandi? Já, og þetta kemur þeim á kortið og það sem er líka rauninni mjög merkilegt er það að Hakoa Vín er ekki bara lið sem að hefur það að markmiði að keppa og vinna fótboltaleiki í sínu heimalandi, að þeir líta svo á, það er litið svo á að þetta sé áróðustæki. Þannig að á þessum keppnisferðum þá eru líka settir upp fundir þar sem að eru haldnir fyrirlestrar einmitt mikilvægi þess að góðir síónistar að gyðingar stæli líkamann, iðki íþróttir, að framtíðarmarkmiðið sé sjálfstætt þjóðarheimili gyðinga. Þannig að þetta er frá upphafi nálgast sem pólitískt áráðustæki. Og þetta verður liðið fyrir vikið, verður þetta bara lið sem að gyðingar víða Evrópu bara styðja og fylgjast með. Þó manni finnst það pínlítið skrítið hvernig styðurðu fótboltalið í öðru landi á 3. áratugnum. Þar sem þú getur í rauninni bara fylgt einhverjum fréttum í dagblöðum. En þeir verða svona, þetta góður árangur þessa liðs á knattspyrnu sviðinu er svona móralst búst fyrir bara gyðinga víðsvegar Evrópu. Og svo fer þannig að liðið fer í kjölfarið til Bandaríkjanna í mikla keppnisferð þar sem að þeir leika fyrir sko fullum leikvöngum og þar voru sett áhorfsmet á knattspyrnuleiki í Bandaríkjunum sem að voru ekki slegin fyrir en sko áratugum síðar þegar að nasldildin var stoppsett og Pele og ýmsar svona stórstjörnur alheimsfótboltans komu og svona leku náðu einu loka tímabili en fram að því þá var þessi ferð frá Hakoa Vínarborg bara lykil þáttur í sögu fótboltans í Bandaríkjunum og mörgum leikmannana bara leið svo vel á ferðalaginu, uppgöta sér til undrunar að þetta svona yfirþyrmandi gyðingarhatur sem þeir höfðu alltaf upplifað í Evrópu. Það var nú meira að segja þannig að glímusveit Hakoa Vínarborgar fylgdi alltaf fótboltaliðinu sem lífverðir þeirra á ferðalögum bara því að það var alltaf svo hætta fyrir hendi að einhverja fasista bullur myndur bara ráðast á leikmennina. En þeir upplifa ekki svona þessa sömu gyðingaandúð í Bandaríkjunum. Þannig að niðurstaðan verður svo að margir í hópnum bara ákveða að fara ekkert tilbaka. Það er bara stofnað Hakoa-lið í New York sem að leikur þar næstu misserinn. Síðan verður önnur mikil blóðtaka fyrir þetta félag er að fyrstu hópar síonistana byrja að flytja til Palestínu svona þegar að líður á 3. áratuginn og það að missa svona marga leikmenn bæði þá austur á bóginn og vestur á bóginn, það verður rauninni til þess að botnin dettur úr liðinu, það hættir að vera þetta stórveldi í austurríska fótboltanum og svo að lokum eftir innlimun Austurríkis í Þýskaland nasismans að þá eru eigur félagsins og völlur gerðar upptækar og lögð undir austurríska nasistaflokkin. Já. Þannig að við sjáum alla þessa stóru og miklu sögu. En
það er merkilegur maður hins vegar sem að hafði spilað með Hakoa liðinu á svona þeirra gullaldar árum og fer með þeim til Bandaríkjanna. Bela Gutmann sem að svona sennilega, já, mikilvægasti maðurinn í sögu heimsfótboltans sem enginn hefur heyrt talað um. Já, á svakalegan þjálfaraferill. Alveg rosalega ferill. Stýrði yfir 20 liðum, 24 lið held ég hann hafi stýrt. Já, sem bendir nú til að hann hafi nú heldur ekki alveg verið auðveldur í samstarfi en skilast líkum árangri að það er alltaf nýtt gigg. Já, einhver ári yfir honum. Já, það er einhver ári yfir honum og hann sagði nú að meira segja sjálfur að það væri alltaf 3. árið þá færi allt í steik sko. Þannig að það voru nú sjaldnast nema 2 ár á hverjum stað. En hann er ungverskur gyðingur, hafði leikið með MTK Budapest sem var yfirburðalið í Ungverjalandi á árunum strax eftir fyrir heimsstyrjöldina. Urðu landsmeistarar 7 ári röð sem var nú bara heimsmet bara þangað til síðustu aldamót að kom einhver lönd og fór að slá þetta Bayern München og fleiri. Og Gutmann var ágætis leikmaður en kannski eiginlega enn betri þjálfari og hlustaði vel á sína þjálfara hjá MTK sérstaklega sem að var mikið stýrt af skoskum þjálfurum og munurinn hafði nú verið sá að það hafði verið áferðan munur á fótboltanum sem var leikinn Englandsmegin og Skotlandsmegin landamærana. Enski leikurinn var svona meira physical, harðir naglar sem að bara neldu fast fram og menn bara meðhundluðu boltanins og hann væri bara eitraður eða brennheitur. Þannig að þetta var spurningum að losna við hann eins hratt og mögulegt var. Skotarnir, kannski vegna þess að bara þarna í norðrinu voru menn kannski fátakari og átt ekki eins vel og voru bara pasturs minni. Þeir reyna að halda boltanum meira. Já, þeir þurftu að fara aðra leiðir. Já. Þeir nota spil og stuttan samleik sem að var nú bara svona nánast bannað Englandsmegin. Þannig að það eru þessi skoski skóli sem að skila sér til Ungverjalands og dreifist síðan með ungverskum þjálfurum, margir þeirra einmitt af gyðingaættum sem að voru ráðnir í stórum stíl til landana í kring. Þannig að það má eiginlega segja að þessi kynslóð ungverskra fótboltamanna þegar að best lét að þá var upp undir sko helmingurinn af þjálfurunum í fyrstu deildinni á Ítalíu voru Ungverjar. Þeir voru eftirsóttir í Þýskalandi, Hollandi, Austurríki, Sviss. Þeir fara út allt og breiða út þennan leikstíl sinn. Og Bela Gutmann fer til Bandaríkjanna með þessu gyðingaliði frá Vínarborg, kann svo vel við sig þar að hann ákveður að setjast þar að og ætlar að spila þar næstu árin og þjálfar ýmis bandarísk félagslið. Tekur þá misráðnu ákvörðun 1932 að flytja heim. Kreppan gerði það að verkum, heimskreppan sem að svona skellur á 29-30 gerði það að verkum að hún kippir fótunum undan þessari svona fyrstu atvinnumannadeild í Bandaríkjunum. Þannig að Evrópubúarnir sem þangað voru farnir til þess að spila, þeir komu sér aftur tilbaka en fara þá úr öskun í eldin því að þarna er náttúrulega valdataka nasista handan við hornið. Og Gutmann endar meira að segja í fangabúðum, gott ef hann endar ekki meira að segja í Auschwitz. Já, og ég held að fjölskyldans hafi farist öll í Auschwitz. Já, hann er sá eini sem að lifir og það eru sko skelfilegar pyntingar og hérna en
eftir að ósköpunum líkur að þá heldur hann bara áfram við þjálfunarstörf. Hann stýrir stjörnumprýddu liði AC Milan á Ítalíu. Þar hins vegar eftir einhverjar deilur við stjórnina einu sinni sem oftar þá hann rekinn þrátt fyrir það að liðið sé í efsta sæti deildarinnar. og hann heldur frægan blaðamannafund í kjölfarið þar sem að hann sest niður og tilkynnir ég hef verið rekinn þó að ég sé hvorki glæpamaður né hommi. Einmitt. Og veriði blessaðir. Já. Og botnaði einhver í því? Það botnaði enginn í þessu, en hann virðist hafa verið líka, minnistæði típa á blaðamannafundum einnig. En þetta gerði það að verkum að upp frá þessu, þá setti hann alltaf í samningana sína, þeir eruðu ófáir, að það mætti ekki segja honum upp ef að liðið hans væri í efsta sæti. Já, ok. sem er nú svona klausa sem að kannski þjálfarar í dag mættu almennt taka upp. Já, ég sá líka 1946, það fór hann til Rúmení og hann fekk borgað í gremmeti af því að það var svo mikið af skortið af mat í Rúmení. Það var bara, það í rauninni, þessi saga Bela Guttmanns er náttúrulega mjög skemmtileg og hún bara svo speglar bara pólitísku sögu 4-5 áratuga í Evrópu. Á ákveðnu tímabili þá opnast tækifæri í Suður-Ameríku, það einmitt kannski eftir allt baslið og vandræðaganginn á Ítalíu, þá fer hann til nokkurra landa, hann fer nú til hann stýrir Peñarol í Uruguay, við erum nú með þenginguna hérna í treyjunni góðu, og hann vil til Brasilíu og stýrir þar liði Sao Paulo. Já, og þar kannski verða þessi óbeinu áhrif hans á heimsfótboltans mest vegna þess að Bela Guttmann hafði í þessum svona ungverska knattspyrnu stíl léttleikandi bolta, þá hafði hann verið mjög hrifinn af leikkerfinu 4-2-4 sem var þekkt kerfi, þótti samt frekar svona sérviskulegt og það voru ekkert margir sem voru að leika það. Guttmann fer til Brasilíu, kynnir menn fyrir þessu 4-2-4 kerfi, leikur það með góðum árangri hjá brasilískum félagsliðum með þeim afleiðingum að svona lærisveinar hans í Brasilíu gera þetta að leikkerfi landsliðsins og þetta er beinn þráður frá Bela Guttmann og síðanasta liðunum á 3. áratugnum yfir í það að fyrsta heimsmeistaralið Brasilíu sem að vinnur í Svíþjóð 1958 leika 4-2-4 og það kemur þessu leikkerfi bara á kortið og þetta verður vinsælasta leikkerfi í heimi í allnokkur ár þar á eftir. Já. Og hann fer svo bara aftur til Evrópu, ekki satt? Jú, þá fer hann stuttur vegur frá Brasilíu til Portugal og maður sér að það er hægt að svona þetta er hægt að lesa bara svona hagþróun ríkja eftir stríð sko. Hvenær eru þau orðið nógu stöndu til þess að geta borgað Bela Guttmann laun og þá er hann mættur og hann gerir Porto að stórveldi og er svo keyptur yfir til erkifjandana í Benfica og þar er nú svona kannski það sem hann er kunnastur fyrir. Þjálfarna Eusebio. Já, og meira að segja sko kemur og tekur vissulega við stöndugu og sterku liði Benfica en ákveður að ryðja út. Hann losa sig við 20 leikmenn sem er bara nokkurn neginn bara allur hópurinn. Þannig að hann bara, það er valla leikmaður sem fær að leika áfram undir hans stjórn og
eins og það var ekki nóg, þá bara semur hann við fjöldan allan af kornungum mönnum, óstaðfestar sögur segja að hann hafi bara rekist á Eusebio þarna á einhverju rakkarastofu og skrifað undir við hann á staðnum, en með þeim árangri að hann gerir Benfica að tvöföldum Evrópumeisturum. 1961 og 62 verður Benfica með Eusebio að sigrar í Evrópukeppni meistaraliða, og Bela Gutmann er náttúrulega bara á toppi tilverunar, en eins og venjulega þá fyrir allt í skúfuna. Hann lendir upp á kant við ykkur. Hann hefur einhvern veginn þá hugmynd að það að hafa tekið lið frá grunni og gert það að besta liði Evrópu í tvígang, að það myndi nú kannski verðskulda launahækkun. Já. En stjórnin var nú ekki alveg til í það, og Bela Gutmann rýkur og dyr og skellir hurðum, segir upp, og þá er svona það sem að allir stuðningsmenn Benfica eru bara sannfærðir að sé raunveruleiki, þá er það bölvunin. Einmitt, Gutmann bölvunin. Já, þá hermir sagan sem að er nú fyrir því að þessu eru mjög veikar sögulegar heimildir. Einmitt. Og hvað þá einhvern veginn að hann hafi verið einhver galdrakall eða einhvað slíkt, en að hann hafi átt að hafa kvart með þeim orðum að Benfica myndi sem sagt án sín myndi Benfica aldrei aftur verða Evrópumeistari. Já, í 100 ár eða eitthvað svo. Það eru einhvað mismunandi útgáfur af því, og hverju skal trúa? Sá spádómur hefur ekki verið ósannaður í dag. Nei, því að Benfica hefur, ég held að þeir hafi farið einhver 5 skipti í úrslitaleik síðan. Já. Framan af voru þeir svona trekk í trekk, þeir yfirleitt voru að keppa við Real Madrid sem var líka algjört yfirbúralið á þessum árum. Já. Og í seinni tíð hafa þeir nú, þegar þeir hafa nú dottið í úrslitaleiki, þá hafa þeir nú verið svona minnisspámaðurinn. Já. Það er nú hvað síðast 1990 eitthvað þannig. En ég held að þetta er sko, þeir unnu eitthvað U20-lið Benfica, unnu einhverja unglingaliða Evrópukeppni, og þetta er svona greinilega fast í haustum að þá vildu þeir meina að bölvuninu væri aflétt, sko. Já. Þannig að þetta er greinilega eitthvað farið illa í þá, sko. Þetta liggur þungt á þeim, og sagan segir nú meira að segja að fyrir síðasta meistaratild úrslitaleik Benfica, það mun sennilega ekki verið farið að heita meistaratild þá, hefur heitið ennþá Evrópukeppni meistaraliða, að þá hafi meira að segja Eusebio ákveðið að fara að gröf Gutmanns. Já, og svona lagst þar á bæni þegar ég vona að það næði nú að milda kallin að handan og bölvunin yrði aflétt. Já, hann lét ekki bugast. Nei, þetta er langrækinn maður, hann er sterkari réttlætiskennd þegar hann er svikinu laun. Já. Þannig að þarna erum við með svona óvæntan langan skugga sem að þessi svona síonista fótboltalið í Evrópu á fyrstu árum millistríðsárana áttu svo eftir að kasta á heimsfótboltan. Einmitt, og það myndast oft svona sterk tenging á milli gyðingdómsins og liða í Evrópu. Já. Við sáum það með Tottenham og Ajax til dæmis. Já, það er náttúrulega síðan mjög sérstakur partur. Að það eru nokkur lið í Evrópu sem að hafa þetta orðspor og mismunandi svona traustur sögulegu grunnur fyrir því að þau eru kölluð gyðingalið. Og frægustu nútíma dæmin eru, það er Tottenham, og svo er það Ajax. Já. Og birtingamynd af þessu er svo í dag að á leikjum til dæmis Tottenham
þá eru andstæðingarnir, stuðningsmenn andstæðingarna að hrópa einhverja misfallega hluti júðalið og eitthvað slíkt. Og Tottenhammennirnir, þeir hafa í rauninni bara ákveðið að snúa bara vörn í sókn og stæra sig af þessum bakgrunni. Þannig að þetta orð jitt sem er náttúrulega bara rasískt niðrandi heiti, bara sambarilegt við júði á íslensku og sem að þú ert bara í vondum málum eða þú ert uppvísað því að nota það skammarir þig. Þetta kjósa Tottenham stuðningsmenn að nota sjálfa sig. Já, kalla sig Jitt Army. Jitt Army nota þeir og þá segja menn að þetta, hér gildi það sama og sko N-orðið að utan að komandi megi ekki nota þetta orð en hópurinn sjálfur megi nota það sig. Og hver tengingin? Jú, við vitum það að gyðingasamfélagið, það var aldrei stórt gyðingasamfélag á Bretlandseyjum og gyðingasamfélagið þar í landi að mestu leyti tilkomið þannig að það voru gyðingar sem að flúðu undan ofsóknum í Rússlandi seint á 19. öld sem að settust að í Lundúnum og meir og minna allir í sama hverfinu þar sem að Tottenham er hverfisliðið og þeir voru miklu fótbolta áhugamenn og enn í dag sýnir tölfræðin það að það er hærra hlutfall gyðinga heldur en annara Breta sem að mæta reglulega á fótboltaleiki og eru ákveðið stuðningsmenn liða þó að það hafi eins og nú kannski ekki alveg skilað sér í leikmönnum á vellinum en á millistríðsárunum að þá var bara stór stuðningshópur gyðinga sem að fylgdi Tottenham að málum þegar að enska knattspyrnusambandið ákveður árið 1935 að láta landsleik milli Englands og Þýskalands fara fram á heimavelli Tottenham þá brugðust stuðningsmenn Tottenham við með því að mótmæla því harðilega, töldu þetta að vera freklega móðgun Hakakross fánin var þá dregin að húni við hliðina á breska fánanum en einhverjir röskir stuðningsmenn voru fljótir að klifra upp á stúkuþakið og rífa niður og brenna. Þannig að sagan er þarna. Í dag hins vegar er afskaplega hæpið að halda því fram að Tottenham séu einhvern hátt skona gyðinglegt lið umfram önnur þráttur hennar bakgrunn. Tengingin kannski aðeins óljósar í dag. Tengingin er verulega mikið óljósar í dag og það er hægt að finna sko langa rítelur það á netinu meðal breskra gyðinga þar sem að menn að takast á það hvort að þetta sé í lagi. Bara í lagi að Tottenham stuðningsmenn sem eru ekkert gyðingar sjálfir að þeir kalli sig Jitt Army og svona hampi þeim táknum og svona enska knattspyrnusambandið hefur verið að hneigjast til að banna þetta og hóta að beita refsingum ef að Tottenham verði uppvísar að þessu á meðan að svo eru það aðrir sem að koma og segja að þeim finnst þetta bara fínt og bara jákvætt og gott að það sé mynd á þennan bakgrunn. Maður hefur smá svona á tilfinningu að þetta sé smá gert kannski dálítið í bara háð í dag eða? Já, ég meina og maður veltir því fyrir sér, ég meina þú veist, við Luton stuðningsmenn höfum viðurnefni hattaratnir og okkur hattaratnir, jú það er vegna þess að seint á 19. öld og byrjun þeirra 20. að þá var
borgin Luton miðstöð stráhattaframleiðslu í Bretlandi. Já. Það hvað sögulega tenging, hvað hæft í því að stuðningsmenn þessa liðs í dag séu þá alltaf að hampa einhverjum stráhöttum og þykjast vera partur af einhverjum iðnaði sem löngu horfin, maður spyr sig. En sko, ég held að flestu beri nú saman það að þetta sé nú frekar saklaust hjá Tottenham miðað við það sem hinum megin við sundið. Já, í Amsterdam. Í Amsterdam. Já. Og þar náttúrulega í rauninni miklu sko blóði drifnari saga. Því að Amsterdam, nálagt heimavelli Amsterdam, þar var gyðingahverfið í borginni sem var eitt stærsta gyðingahverfi í nokkuri evrópskri borg. Já. Og Amsterdam var oft kölluð svona Vestur Jerúsalem og annað slíkt og bara mjög sterk gyðingleg áhrif í hollenskri menningu ef maður fer í gegnum það listasögunni og annað slíkt. Þetta samfélag það bara hrundi í helförinni. 80% af hollenskum gyðingum flúðu eða voru drepnir og margir aðrir fóru síðan til Ísrael eftir stríðið. Þannig að það mjög fátt sem að minnir á þessi gyðingatengsl. En það voru hins vegar sko ástsælir fótboltamenn af gyðingaættum sem að léku fyrir Ajax. Það voru eigendur félagsins sem að voru þvingaðir til þess að láta af stjórn þess eftir hernámið. Það voru leikmenn sem að enduðu í gasklefunum og Amsterdam, eða sem sagt Ajax stuðningsmennirnir, þeir eru bara harðir á þessu. Þeir kalla sig bara Super Jews, já, bara ofurgyðingar og það mjög algengt meðal þeirra að þeir tattúvera á sig sko merki félagsins og Davíðsstjörnuna. Já, og halda upp í fánum Ísraels á vellinum. Ísraelskir fánar eru sko áberandi og það jafnvel sko af svona últra stuðningsmannasveitinni sem að eru jafnvel stuðningsmenn sem á sama tíma þráttur að vera alltaf með þessi vera með Davíðsstjörnuna og gyðingatáknin eru jafnvel sko daðrandi við fasisma og nínasisma. Mjög undarlegur hugsjónakokteil að vera nínasisti sem elskar Ísrael. Og þetta kallar síðan á viðbragð frá öðrum liðum og frá mörgum öðrum hollenskum liðum, sérstaklega frá stuðningsmönnum erkifjandana í Feyenoord, að þeir mæta þá á vellina með Palestínufánan og svo eru þá hrópin verið að hrópa nafn Hamas og herma eftir kvissinu þegar að eiturgasið leggur inn í gasklefan og þar fram til göttunum. Og þetta svona verulega ljótmynd af fótboltahúlíkanisma og ég held þú finnir svona fáa svona gyðinga sem að verja þessa notkun á þessum táknum. Einmitt. En svo kannski skýringin eða tengingin á milli gyðingdómsins og fótboltilega öllu skýrari í Ísrael, ef við fyrir þangað. Jú, og þar náttúrulega erum við með dálítið merkilega stöðu. Ísrael mjög flókið samfélag. Við fáum oft mjög svona innvíðar fréttir af því og kannski að hluta til vegna þess að í seinni tíð þá hafa náttúrulega svona harðlínu öflin verið sko það dominerandi að þeir hópar sem að bara kölluðu eftir einhverjum
málamiðlunum og bara einhvern friðsamlegum lendingum í Palestínumálinu að þeir eru víðsfjarri að eiga einhvern möguleika að komast til valda í dag. En Ísraels samfélag hefur verið er flókið og margbrotið. Ágætt að hafa í huga að 50% af ísraelskum ríkisborgurum eru arabar. Sem að hafa allt aðra stöðu heldur en arabarnir sem að búa í Palestínu. Því þeir eru bara fullgildir ríkisborgarar og þurfa að þjóna í hernum og þeir greiða skatt og hafa sitt atvinnufrelsi og þar fram eftir götunum. Íþróttahreyfingin í Ísrael var mjög lengi klofin í tvennt. Það var í rauninni svona hin sósíalíska eða jafnaðamanna drifna hreyfingin og svo sem sagt svo borgaralega. Já. Þetta sáum við nú gerast víðar í Evrópu. Sósíalistar í Evrópu millistríðsáranna byggðu upp sína eigin íþróttarhreyfingu. Það voru haldnir sósíalískir ólympíuleikar sem áttu að vera andsvar við hinnum borgaralegu ólympíuleikum sem að yfirstéttin kannski átti meira í. Og í Ísrael að þá höfum við þessi lið sem að oftar en ekki hafa þetta forskeytið HPL og það er þessi gamla sósíalíska íþróttarhreyfing og síðan er það svo borgaralega, þau félög hafa oftar en ekki forskeytið Maccabi. Einmitt. Þetta eru svona dálítið hægri og vinstri öflin. Þetta eru hægri og vinstri öflin og það má kannski segja það að lengi vel gastu spurt mann með hvaða íþróttafélag styður og það gaf þér tilfinningu fyrir því hvernig hann var líklega að fara að kjósa í kosningum. Einmitt. Og hver væri hans hversu oft hann mætti hversu duglegur hann væri að stunda trúarlega samkomur eða hvort hann væri nú í rauninni svona lítt praktiserandi gyðingur og þar fram til götunum. Þannig að þessi mörk hafa alltaf verið að mást út og þessi félög eru orðin kannski svona hefðbundnari bara svona hverfa borgarfélög þannig að stuðningur við íþróttafélag er frekar til marks það bara hvar þú sett búsettur heldur en almenn lífsviðhorf eða pólitíska afstöðu. En þetta hefur þó lifað lengur í Ísrael heldur en víða og dæmi það félag sem hefur haldið hvað mest tryggði þetta er liðið sem allir vinstri sinnaðir áhorfendur og hlustendur þessa þáttar ætti að styðja í Ísrael sem er HPL Tel Aviv og HPL Tel Aviv og HPL þýðir rauninni bara verkamaðurinn og það þeir leika sjálfsögðu í rauðum treyjum eins og flesta þessum HPL liðum það er hamar og sigð í merki félagsins og á áhorfendapöllunum þá eru fánar með myndum af Marx og með myndum af Castro og segir Che. Hversu djúbrist sú pólitík sé í rauninni hjá öllum stuðningsmönnunum aftur tengist því sama og við rættum áðan. Nákvæmlega. En þetta félag hefur haft þá sérstöðu lengi af þessum stóru 4 félagsliðum í Ísrael og þetta er langsamlega sigursælasta af þessum HPL félögum unnið margoft meistaratitla gert góða hluti í Evrópu í byrjun þessara aldar þá þótti það nú nokkuð merkilegt þegar að HPL Tel Aviv
sló Chelsea úr keppni Já, ok. í hérna, held að hafi nú bara verið Júfa-bikarinn Já. á þeim tíma. Það félag sem að hefur langt árabil telt fram bæði Aröpum og gyðingum. Einmitt. Og margir verða undrandi þegar að þeir átta sig á því að sem sagt þessir ísraelsku Arapar þeir leika bara jöfnum höndum fyrir ísraelska landsliðið. Það hafa verið fyrirliðar, það hefur sem sagt verið ísraelskur Arabi sem hefur verið fyrirliði ísraelska landsliðsins, svo dæmis sé tekið. Og það er svona, það er dálítið merkilegt að þeim er bara mikið hampað þegar vel gengur, en svo sjá mér það líka að þegar illa gengur og liðin tapa, að þá eiga stuðningsmennir oft dálítið til að kenna fiska út arabísku leikmennina í liðinu. Já. Og þetta er svona dálítið bara, þetta er dálítið bara svona prinsip hjá HPL Tel Aviv að sýna þessa breidd á meðan að erkifjendur þeirra. Einmitt. Maccabi, Tel Aviv, ekki? Já, Maccabi er vissulega til og eru fjendur, en svæsnari er fjandskapurinn gagvart Beitar Jerúsalem. Já. Og þar sjáum við líka að það er dálítið mikill karaktermunur á sko Tel Aviv og Jerúsalem. Tel Aviv er miklu svona evrópskari borg. Hún þar eru menn kannski ekki eins svona praktiserandi gyðingdóminn. Það er meira frjálslyndi í kynferðismálum, afstaðan til samkynhneigðar, hjónabands og þar fram eftir götunum, á meðan að Jerúsalem er meiri harðlína og kannski líka meira nábýli við átök. Þú sér frekar bara þetta vígvæta andlit hérna Ísraelska ríkisins þar. Og Beitar Jerúsalem, sem er líka eitt af 4 stóru, þeir hafa aldrei telt fram Araba. Einmitt. Og þar hafa og lengi vel voru þeir bara fastir á því að þeir væru einungis með leikmenn sem eru gyðingar og helst meira að segja svona rétta afbrigðið, rétta svona harðlínu hérna tegundin. Svo fór þetta nú að slakna, það var hægt að kaupa menn frá öðrum löndum, einhverja kristna Evrópubúa eða afríska leikmenn, en línan var skorin við það að Arabar myndu ekki spila fyrir Beitar Jerúsalem og svívirðingarnar og hérna köllin sem að stuðningsmenn Beitar beina að Arabum í hérna liðum andstæðingana eru bara svívirðilegar. Metnaðarfullur eigandi Beitar Jerúsalem fyrir fáeinum árum ætlaði að reyna að snúa þessu við og ætlaði að fyrirmyndin var dálítið sú að hvernig menn tóku slaginn í Skotlandi, þar sem að sko, þessi sami svona aðskilnaður einkenndi Rangers og Celtic. Þar með Celtic var katholikaliðið, Rangers var mótmælendaliðið. Celtic var löngu fallið frá öllum prinsipum með þetta að það voru alls konar mótmælendur sem hafðu leikið fyrir Celtic, en katholiki hafði ekki spilað fyrir Rangers þar til bara seint á síðustöld. Og það var bara markvisst brotið niður með því að það voru bara keyptir inn
toppmenn, kaþólikkar og svo var bara slagurinn tekin við stuðningsmennina þrátt fyrir mótmæli þeirra og líflátshótanir og annað slíkt. Beitar fengu með 2 múslima til sín, já, ekki satt. Þeir ákváðu að leysa þetta, þeir ákváðu að til þess að milda höggið að fá leikmenn sem að væru múslimar en væru þó ekki arabar. Einhver svona millivegur. Já, þeir voru sóttir frá, þetta voru menn frá hérna Tjetjeni í Rússlandi og það fór ekki vel í liðin. Nei, það eru til áhugaverðar heimildarmyndir á YouTube sem voru gerðar í tengslum við þetta, hvernig bara stuðningsmenn, húlíkanar úr röðum stuðningsmanna beitar Jerúsalem stóðu og öskruðu og hrópuðu og létu upp öllum illu látum á æfingum og bauluðu sífellt á þessa menn þegar þeir léku í treyjunni. Einum af þeim tókst að skora og þá yfirgáðu bara völlin stuðningsmenn. Já, bara í hundraðvís. Þetta er alveg með ólíkindum að horfa upp á þessar senur. Enda skoðið líka ferlana hjá þessum, þeir duguðu ekki lengi hérna sko. Nei, þeir voru seldir fljótlega aftur og var í rauninni, það voru alveg verið viðurkennt að þetta var stönd. Það var bara, einhvern veginn töldu að það var í nóg að brjóta einhvern veginn í sinn. Að menn hlýtu nú þrátt fyrir allt að fagna marki. Sem hjá mér sé skorað á móti sko keppinautum úr hérna grannaslagur í Jerúsalem. En nei, allt kom fyrir ekki og ég held að það sé nú svona leitun að ógeðfelldu liði og beitar Jerúsalem og eru þó mörgubóði í heimsvoldan. Og kannski endur bara speikla alltaf ástandi þarna í Ísrael í dag. Já, en aftur, svo ef maður vill vera bjartsýnn, þá má kannski segja að við einsog að það eru oft listirnar og það eru íþróttirnar oft sem að eru opnun jaðarsettra hópa inn í samfélag. Ég held að sé alveg óumdeilt hvað þáttur til dæmis bara þeldökkra íþróttamanna í Bandaríkjunum í að brjóta niður stofnanabundið kynþáttahatur og svona koma svörtum inn í samfélagi. Ég meina, það var gríðarlega stór þáttur og þá getur maður ekki annað heldur en vonað að bara góð frammistaða ísraelsku arabana með sínu félagsliðum og með landsliðinu verði þá til þess að byggja einhverja bíl. Vonum bara að fótbolta geti spila einhverja rullu því að koma á einhverju sátt þarna. Við viljum ekki trúa því. Jú, það ekki bara. Heyrðu, þá held ég við séum bara orðin nokkuð góðir og við þökkum bara fyrir okkur.